Ingi, seiglusigur? Já, ég verð að segja það, ég tek undir það. Þetta var bara, hættum ekki og það bara, markmið í dag var að setja alltaf gólfið hérna. Við unnum þennan leik í dag fyrir Davíð Sveins, gjaldkera deildarinnar. Fín afmælisgjöf handa honum og hann baði okkur að setja alltaf gólfið og ég held að við gert það rúmlega. Svona leikmaður eins og Brazy, það er lengi von á einum eins og maður sagði. Þegar svona 4 leiklutar hefjast, þá er hann 0-6 í þristi með svona skotkallar. Þeir eru inn á því að þeir gera einmitt svona, þeir slóta leikjum. Já, og með þess að búin að biðja skiptingu og fór bara í klefa og talaði held ég við einhvern almáttugan og tók McKenzie-hreyfingar og kom bara aftur inn með þvílíkan flotta leik hérna og setti inn rosalega stór skot niður. En það sem mér fannst breyta sig á okkur að við fórum að svona fá sendingar og góð skot. Og þegar maður byrjar vörnin á að slúta vel þá náðum við að komast fram fyrir þá. Grindavíkarnir eru búin að spila mjög vel og ég er bara mjög ánægður og stoltur af liðinu að hafa náð sigurinn á útivelli. Hólmurum ekkert spáð neinu sérstöku gengi í deildinni í vetur þar að lenda þessi 2 stig hérna í Mústad, þau vigtað þú? Já, gríðarlega. Þetta er algjört dínamít fyrir okkur og Grindvíkingar eru búin að spila þessa 3 leiki kannlausir mjög vel og mikið flæði og ég var svona að vonast til þess að Kani þeirra myndi koma inn og riðla svona rytmanu þeirra og ég held að hann hafi gert það og rúmlega það, endaði leikinn því miður að enda sér út en var pirraður og mér fannst ég bara að gera vel á því en alveg saman hvernig leikurinn spilaðist og hvað var það, þá var bara 2 stigin sem við fáum úr þessu leik, þau eru gulls ígildi. Ingi, til lögum með sigurinn. Takk fyrir það.